Nú ætlum við að fara í 7. kaflan í bókin Lífheimurinn, en hann fjallar atferlisfræði. Atferlisfræði er sú fræðigrein sem fjallar hvernig dýr hegða sér, og þá er bæði verið að tala dýr af sömu tegund og dýr af ólíkum tegundum. Sumt atferli er lært, þar að segja, dýrin læra það þó yfirleitt af öðrum dýrum sömu tegundar, eða þetta er meðfætt. Sem dæmi meðfætta hegðun má nefna það að fuglar, þeir fljúga bara, þeir finna hjá sér þörf til þess að blaka vængjunum og þá finna þeir út úr því hvernig þeir eiga að fljúga. Það er stundum að einhverju leyti lært að vaða af stað, en það þarf ekki að kenna flugið sérstaklega, þeir finna bara út úr því sjálfur. Það sama á við flest dýr, önnur hryggdýr, þau læra að labba bara sjálfu sér. Við lærum að sjúga sjálfkrafa, brosa, gráta og ýmislegt annað í þeim dúr. Eðlisávísun er þegar að meðfædd hegðun kemur fram við ákveðin skilyrði. Til dæmis það að farfuglar finna hjá sér þörf til þess að fara á haustin og þeir vita hvert þeir eiga að fara. Þetta er dæmi eðlisávísun, og það er ekkert bara fuglar sem að stunda far, það er að segja færa sig á milli landsvæða eftir árstíðum. Þetta er líka þekkt í Afríku og víðar. Það sem fær fuglana til þess að fara af stað er einhvers konar áreiti, það er einhver breyting í umhverfinu. Hjá flestum fuglum er það bara dagurinn styttist, þá er tími til þess að fara og þá framkvæma þeir eitthvað. Þeir verða fyrir áreitinu og þeir svara því. Þessi svörun köllum við viðbragð. Laufblöð, þau snúa sér í átt að sólarljósi þess að grípa sér mest af sólarljósinu. Þetta er dæmi viðbragð. Ef einhver þykist alltaf poti í augun á okkur, þá lokið augunum eða sláið í hendina á honum eða hrökklist frá. Þetta er dæmi viðbragð við einhverju áreiti. Áreiti er allt sem hægt er að skynja. Plöntur skynja ekkert mikið, en það er skynja sólarljós. Þess vegna bregðast þær við því áreiti. Þetta getur verið snerting, lykt, bragð, birta, eitthvað sem það sér eða heyrir. Plöntur heyrir náttúrulega ekkert, en dýr heyra flest. Og þær lífverurnar bregðast við þessu á ótal mismunandi vegu. Dýr geta lært með hermingu, hæningu eða endurteknum tilraunum. Herming er þegar þau herma eftir hvort öðru. Hérna er tjaldur, það tekur tjalds unga nokkur ár að læra að opna skeljar. Þeir gera það á ákveðin hátt, þetta er mjög flókið, mjög vandasamt og það tekur þá mörg ár og þeir horfa á foreldra sína, síðan prófa þeir aftur og aftur þangað til þeir ná tökum á þessu. Hæning er meira eitthvað sem þegar menn eru að þjálfa upp dýr. Og hæningin á sér stað þegar dýrin eru lítil. Það er að þjálfa dýr upp í allt mögulegt, en það er mismunandi hvaða þeir auðvelt að þjálfa mismunandi dýr. Sum dýr er ekki hægt að þjálfa til þess að gera mjög mikið, á meðan það er hægt að þjálfa eins og höfrunga eða hunda upp í ótrúlegustu hluti. Dýr eiga heilmikil samskipti þó þau séu ekki bundin í orð og setningar eins og þegar við erum að tala saman. Dýr nota ýmiss konar merki, til dæmis líkamstjáningu. Þið sjáuð að ljónið hérna byrstir sig og yfir makkan sendir þessu ljóni skilaboðum að hafa sig hægan. Og hvað gerir þetta ljón? Jú, það leggst niður til að sýna undirgefni, sendir þannig ákveðin skilaboð. Þannig að þau vita nákvæmlega hver er þeirra staða. Við notum líkamstjáningu heilmikið líka. Þið munið eins og þið sjáuð hérna, þegar við erum að tala, þá er eitthvað í kringum 7% af því sem við segjum, merkingin í því er bundin í orð. 38% er tónninn sem við notum og meir en helmingur, eða 55%, er líkamstjáningin. Ekki hvað við segjum, hvernig við segjum það, heldur hvernig við berum okkur þegar við segjum það. Dýr nota líka lykt til þess að hafa samskipti, bæði til þess að merkja umhverfið sitt, til þess að merkja dýr í hópnum og svo framvegis.
Hvernig dýr eru á litin sendir ákveðin skilaboð. Dýr sem eru eitruð, þau sýna það með því að vera áberandi á litin, en önnur dýr þykjast verða, eru búin að herma upp það að vera með áberandi lit og eru þá oft látin í friði. En til þess að þetta virki, þá þurfa dýrin sem eru að herma, eru að plata, þau þurfa að vera færri en dýrin sem eru í alvöru eitruð, því annars er hætt við þetta virki ekki. Sum eru með svona felubúning, sjáu þið eðluna á þessari mynd, og önnur halda sig í stórum hópum eins og til dæmis fiskitorfur, bæði til þess að rugla rándýr í rýminu, sebrahestar í hjörður annað dæmi um þetta, eða hreinlega þykjast vera stærra dýr en þeir í alvöru eru. Dýr helga sér óðal sem þau verja. Það er ákveðið landsvæði. Landsvæði er misstórt eftir hvað það er mikið æti, hvað dýrið er stórt, hvernig fæðu þau afla og svo framvegis. En þau verja þetta óðal með hörku ef þau þurfa. En þarna finna þau sér að éta. Þau finna sér maka oft á óðalinu í nágrenni þess og þarna ala þau upp afkvæmi sín. Makaval hjá dýrum getur verið ansi skrauttlegt og það er mismunandi hvort þau eru að leita eftir einhverju sem sagt út frá líkamlegu atgerfi eða hreinlega útliti. Það er mjög algengt meðal anda að steggurinn sé skrautlegur en kollan er svona grá eða brún og ekki mjög skrautleg. Það er einfaldlega vegna þess að hún liggur á eggjunum og það þýðir ekkert að vera svona eins og auglýsingaskilti þegar maður liggur á eggjum. Þá er bara verið að benda rándýrum á, hei, hér er hreiður. Það virkar ekki alveg. En kallarnir, þeir eru að berjast kvenfuglana og reyna að sýna þetta skraut sem þeir hafa. Yfirleitt velja kvendýrin sér maka, en meðal óðinsan og þórsana, það eru báðar þessar tegundir eru til á Íslandi þó óðinsanin sé töluvert algengari, þá er þessu öfugt farið. Þar að segja, kvenfuglarnir eru skrautlegir, karlfuglarnir eru einfaldar á lit, karlfuglarnir liggja á eggjunum og ala upp ungana, kvenfuglinn gerir hún ekkert annað en bara verpa í hreiðri svo er kvenfuglinn farinn. Þannig að það er óvanalegt að þetta sé á þennan veginn. En þá er þessu lokið.